Já, ég vissi það. Ég vissi það. Takk. Verið velkomin. Velkomin í Chess Dark. Það ekki þriðjudagur. Nei, það ekki þriðjudagur. Nei. Það rétt. En það ekki venjulegur mánudagur heldur. Við erum að koma að 3 daga helgi. Djúvill erum búin að vera góð við mig. Ekki það? Hvernig erum búin að koma fram við þig? Bara mjög vel. Já. Bara búin að taka 3 dagar yfir rektinni og ég hef sjálf Ég sé það. Það ekki það? Jú. Ánægður með þig. Herðu. Við erum með gest í kvöld. Hann ekki að vera endanum. Heldur betur með. Vá. Með mækan síðast og svo erum við höfðingjan í kvöld. Engin annar, Kristján Óli. Hann er pökkudagskrá framöndan. Og mér langaði bara, það eftir einhver að bíða, mér langaði bara að bruna beint í styrktaraðalina. Já, algjörlega. Já. Við erum með Dominos, stolti styrktaraðala frá upphafi. Og við erum stoltir að vera styrktir af þeim aðilum einnig. Algjörlega. Alveg topp menn þar, ég var að há mér með hálfa pítsu. Ekstra, ég er mikill ekstra maður. Já. Hver er þín uppáhaldspítsa Marcelli? Fuck, Blasi. Blasi sagði. Já. Herri. Svo erum við með Green Diamond, búin að vera með okkur frá upphafi. Við erum með skósól þáttanins í kvöld. Kemur ljós hver það er. Já, basically er það þannig að skósól þáttanins verður sá sem að tefli kannski vest gegn höfðingjanum. Þó við viljum auðvitað að allir tjáli samt að þá það er einhverju skósólinn. Já. Skósóli og skósóli, ekki skósóli sko. En það er alltaf skósóli. Já. Svo erum við með Coolbet. Og þeir eru einnig búin að vera með okkur frá upphafi. Rétt. Samt að heldur betur þétt upp baki á okkur. Það er búið að ganga vel þar. Rakaði vel inn á KR í gær. Það? Já, sjálfsögð. Hvað Djúvill er ánægður mína menn. Ég fekk á tímabili, ég fekk ekki 8 í viðurkenna, KR voru yfir sko. Já. Ég held að tekið á í 1,8 eða eitthvað. Já. Straight win. Takk. En ég meina, Coolbet stigaði baki á sínum mönnum. Já. Aðeins meira mér heldur en þér sennilega. Algjörlega. Það er upp á síkasti. Já, algjörlega. En okkur báðum að sjálfsögðu. Búin að vera styrkja okkur heil lengi og svo sé ég bara tölna strax. Menn er ekkert eðlilega gýrar að hitta höfðingjan. Nei, og challenge-an. Það er kannski bara ekki eftir neina bíða heldur en að bjóða höfðingjan velkomin. Rétt. Ertu velkomin, Kristján Óli? Yes sir. Hvað segir hann? Mjög gott. Aldrei verið betri held ég. Sko, við erum með stífpakkaðan þátt. Ertu tefnir eitthvað? Já. Ég bara teldi eins og óður maður þegar ég var krakki og úlingur. Það er svoleiðis? Já, ég á fulla geymslega byggurum fyrir skák. En það málið? Það er bara þannig, já. Það var lítið annað að gera blöndur sem að tefla eða spila fótbolta, sko. Mike sagði að þú verið þykist skákmaður. Nei, ég get bara komið með einhverja byggara eða sýnt ykkur og sett á Instagram á morgun. Endilega maður, wow. Ha. Þannig að þú ert full af skák. Já, það er bara þannig. En ég hef alltaf teflt síðan 95. Það er svoleiðis. Kannski förum aðeins yfir lífið á Blönduvík. Hver er maðurinn? Bara... Hvenær byrjaði fótbolta? Akkur byrjaði skák? Hvað bara... Það var bara þannig, ég bara byrjaði fótbolta örugglega 5 ára og skákur örugglega svona 6-7 ára sko. Teldi mikið við afa minn, nafna minn þegar ég var lítill og svo bara var ekkert annað að gera veitin en að tefla sko. Nei. Það voru teflaðingar 3 í viku sko. Það er svoleiðis? Skólastjórinn sá þetta á tímabili. Og þú hefur lítið teflt upp á síkastir? Ekki neitt, ég telti það sem son minn. Já. Það var kannski ekki alvöru challenge sko. Nei. Ég vil ekki telt eftir í flutt í bæinn. En við vorum með Selkjærabróðinn í senast þetta og hann vann eina skák. Já, hann kann alla manngangin sko. Við erum strax mættir í apóteki hérna. Það er að kasta pillum. Já, hann bara... Þú myndir taka með ykkur hann í... Ég myndi taka með í blindskák. Það er 100%. Við þurfum að láta það gera. Já, þetta eru stór orð. Já, ok. Ég held að ógst ekkert vandfanaði bara nema... Ég held að við getum bara hent í fyrstu skák eftir... Sko, já... En ok, byrjum með einu. Já. Blix er... Já, við þurfum að tjekka þessu. Nei, þeir eru 3-2 sko. 3-2? Ég var reiður ef þeir ætla að klúðra þessu niður sko. Ekki segja mér að það sé 3-2. Jú. En ef við förum aðeins yfir leikifærinar þá þá eru Stjarnan að tapa á heimavelli fyrir KA 1-0. Með 2 stig eftir 6 leiki. Já. Skor í einu leik. Það er ekki gott. Það er búið í Garðabænum. Það er búið í Garðabænum.
0-1. Litla sorgarsagan þar. Við komum betur en það í síðari þetta. Já, getur verið jarðarför bara hérna seinni í kvöld, sko. Já, bara útför. Þetta bara, it has been coming með stjörnuna, sko. Já. Það bara þannig. Ömurlegt lið. Já, tökum stjörnuna betur eftir. Þarna, Leifur, hvað ertu með í þessu? Við erum að tala að, þú veist, ok, Blix unnu eða? Það ekki búið, það að klárast. Mér langar reyndar, sko, áður en við förum, að við erum alveg að fara að takla umferðina, íslenska boltan og jafnvel gera smá uppgjör á enska. En mér langar aðeins að spyrja þig bara, þú átt náttúrulega fjölmarga leiki í Pepsi. Hvernig var þetta Blönduós? Voru margir góðir eða eins og þú segir, varstu bara að keppa við síniðina? Gat enginn eitt þarna eða? Í fótboltanum? Já. Jú, það er gæi sem að jaggaði mér sem að við vorum langbæstir. Guðjón Heiðar Sveinsson heitir hann. Hann fór síðan í Skagan og spilaði þar í bara fleiri 100 leiki, sko. Já. Svo er ekki margir á eftir okkur, sko. Eiginlega bara ekki neitt sem hefur spilað í efstu deild, sko. Því miður. Hvenær fórstu í bæinn? Eftir grunnskóla, flutti sumarið, beint í Vestló. Og var það út á fótboltanum eða? Nei, bara ég ákvað að fara í Vestló og mamma og pabbi treysti mér ekki einum, þannig að þau eltu mig í bæinn. Fluttum við á Kársnesið, Kópavoginum, það var bara fínt, sko. Og fór beint í Breiðablik. Já. Bliki alla götu síðan. Já. Þrátt fyrir kannski kalda kveður frá Blikum hann í lokin. Já, það er nú alveg uppspunni í Hjörvari, sko, það var ekki kalda kveður. Það er ekki kalda kveður þegar er búið samningur, sko, en hann fer alltaf með einhvern leikþátt, en ég ákvað að elta seðlana á Blönduós. 10 mínútur í hrun og sé svo sem alveg aðeins eftir því í dag. Hvað varstu gamall þarna? 28. Nei, var 27 ára 8. Og fórstu að elta seðlana á Blönduós 27 ára gamall? Ég bara, þeir buðu mér bara miklu betur en Breiðablik. Já. Og þjálfa og spila í annar deild, liðið hafi ekki, ef einu sem komast upp úr eftir neðstu deild, sko. Og við vorum með geggja lið þarna, sko. Já. Og hefði ég reikinn eftir einhverja nokkra leiki fyrir að vera rífandi kæft undan, sko. Við góðum betur en það hefði, ég get lofa ekki því. En við hefðum farið upp ef ég haldi áfram, það er bara þannig, við vorum langbesta lið í deildabikarnum, töpuðum úrslitaleikur fyrir IR í svona neðri deildabikar þá. Já. Í framlengingu, ég skoraði mig frá miðju í þeim leik og fekk svo rautt spjald í lok framlengingar. En og þeir síðan rulluðu upp deildinni, sko. Þannig að við hefum farið upp með þeir ekki verið svona vel heimskir. Einhverja byssusós með hana? Já, Grassinn from the future. Já, takk. Tók hann með mér, við byggum hana saman þessar 2 vikur, eða 3 vikur meðan ég var þarna, sko. Við náttúrulega varum bara í bænum fram á vor, sko. Já. Svo var Sören sænaði líka, en hann sveik mig. Já. Ældi í fyrsta leik, eftir 40 mínútur í bikarleika móti Dalvík. En við fórum svolítið áfram. Og svo voru þarna Ragnar Heimi, Raggi Þrenna. Já. Sem var í Fjölni og Breiðablik og Bjarni Pálma sem nú í Arion banka. Já, kannast hann. Og það var fullt að gæði manna, sko. Og bara sem hefur spilað úr í efstu deild, sko. Já. Hvernig endaði ævintýrið eftir þessi afdrifaríku mistök, skulle orða það? Það var bara þeir höfðu í 4. sæti í deildinni eitthvað, sko. Þannig að það var bara ágætt. Já. En svo dói þetta eftir 2-3 ára viðbót deildi. Og þeir eru bara fastir í neðstu deild núna, sko. Leifur, ég held sér fyrir að fínt að þú bara ítir á, það er komið challenge. Já, hvað erum við? Þór Atli, skemmtilegt. Og með hana... Getur hann eitthvað eða? Hann er 14. stig, hann er bara þrælgóður, sko. Já, komið að höfðingjana núna. Og þetta eru 5 mínútur, þannig að nú reynir á. Getur ekki stjórnað sjálfur það? Já, sko. Jesus, hvað ég er spenntur. Fyrsta skákin í höfðingjana með þess. Að tefla og tala, það er líka ekkert grín, sko. Nei. Og höfðingjinn er yngri æfingu. Yngri. 25 ára pása, sko. Æfingi að tala, sátt. Já, æfingi að tala, það er bara hann. En já, skákbakgrunninn þinn, hann er í raun og veru bara sá að þú varst að tefla þarna Blönduósi og... Já. Eiginlega ekkert síðan, sko. En varst bestur þar í skákinni? Já, fínt, ég vann hérna fullt af mótum. Varst þið bestur í skákinni og fótboltanum? Já. Takk. Og borðtennis. Já, og borðtennis, takk. Já. Hvernig varst þið golfinu þessum vorum? Ekki góður. Ég æfði golf en ég bara gat ekkert og þess vegna hætti ég. Já, eðru þegar það var slítill líka? Já. Munar það upp á sveifluna? Já, það er ástæðan fyrir að maður svona fljótur á þessu þegar maður var fullorðinn, sko. Maður með grunninn en aldrei fætti golfkennara. Nei. Ég ætla bara að sækja, ég er ekki í þessu til að verjast. Nei. Þú ert með 9 í forgjöfugóli? Já, eitthvað svoleiðis. Já, á að vera, ég ætla
Ég er farin í 6,2 lægst. Ok. Ég ætla að fara í 5,5 í sumar. Það svoleiðis. Það er nákvæmlega þannig. Stór orð að falla hérna í katt í kvöld. Nei, sko, höfðinginn, hann sagði fyrir þátt, hann sagði, ég get alveg eins bara pakka í töskur og hætt ef hann vinnur ekki fleiri skákir en Mækarinn. Hann sagði það bókstaflega, sko. Þú veist, Mækarinn var eina skák. Ég er að horfa á hann tefla, hann kann... Höfðinginn er segur. Ég líka. Það versta ég sagði þetta líka um Mækarinn. Ég er búinn að tala við vininn minna, peppa á því að tefla við þig. Sagði, já, Kristján, það kann ekkert skák, sko. Svo mæta það bara hakkaðilega. Sko. Já, þú veist, allavega ekki fengir á þeim forsendum, sko, að vera frábæri skák. Nei. En svo leynur á þér. En svo mæti gesturinn og segir að hann myndi vinna hann blindandi, Mækarinn, það er alltaf... Ég vona bara að þú fáir eitthvað challenge eftir þetta, sko. Það er bara... Ef ég væri að hlusta, ég væri teppi núna, sko. Já, það er bara... Svona. Ég fórnaði... Nei, veit ég ætla að gefa svona. Þetta er alltaf leið. Þetta eru mínir menn. Já. Ég verður alltaf mikill biskupastrákur, sko. Já. Það er bara þannig, en... Við þetta... Og hver er svona, þegar þú eru tilbaka, þinn uppáhalds skáksigur? Þinn stærsta ferlinum? Ég vann þarna meistaramót TB, Taflfélag Blönduós. Já. Ég ætla að vera 10 ára yngri, ég vann. Ég var 8 ára. Og það var Málmurhús? Já, Málmurhús. Var það þá sem komst að bragði, varstu háður? Ég elskaði málm. Þú fannst það strax að það? Já, held ég fleiri bikara fyrir skákan hópbolta, sko. Já. En það var kannski ekki stærstu sigurarnir. En hver er þinn sætast sigur í fótboltanum, fyrst að Birkir spyr varandi skákinn? Leikur eða... Já, leikur. Byrja að leikur og síðan titill, Málmur. Leikurinn... Þú nægan tíma? Já, ég veit það. Ég, hvað, akkur eikst tíminn svona? 2 sekundur leik, síst þér. Já, ok. Þú nægan tíma getur fengið síkó, bara að slaka á, sko. Kaffu síkó? Já. Við erum upp á held. Já, við erum upp á alla. Ná, sjá. Bláan Marlboro. Hvað líst þér á stöðuna? Það er alltaf lagi, sko. Hann er ekkert að fara... Hann er ekkert með mig, sko. Ný. Það endar í einhverju tímadæmi, sko. Þá er ég sterkastur. En já, sætasti sigurleikur. Já, sætasti sigurleikur. Það var alltaf geggjað þegar við pökkuðum HK saman eða fyrsti leikur Breiðablik vs HK í efstu deild, sko. Já. Það hefði enginn klippt hann í framhjá Gulla eftir svona 6 mínútur. Það er held ég bara skemmtilegasti leikur sem ég farið og alltaf stappaði Kópavogsvelli, sko. Þannig að ég held að það sé svo skemmtilegasti. Hver var lokatölur, manstu það? 3-0. Þeir klúðuðu víti líka. Prinsinn og höfðinginn á skotkonum. Já. Það var rækomar maður. Og held ég Olli eða Nenad. Skák. En hvað meira? Rækomarinn er kallaður offside merchant í Vesturbænum, sko. Sá kunni að lappa yfir línuna maður. Já, Ok. Drip. Gæti verið í vanda. Já. Hann er segur sem þú teflaði. Höfðinginn er ekki í... Ég sé höfðingjar betra málum, ég skal bara viðurkenna það. Þetta eru kaldar kveðjur. Já, kalt er Þessi það maður. biskup, kalt er að klara, sko. ég verð að það hérna. Þetta er rosaleg. En við erum nú ekki fáleina litla geði til að Nei, þetta er engin aukvissar hér, sko. Hann er heldur betur. Það er að þið erum með 1400 stig. Já. Elo-stig. Já. Það er ágætið samsvörun milli í chestiða finnst mér og hérna elostiða, sko. Hann er góður maður. Ok, nú áttu break. Eða hvað? Jú, þú átt break núna, ef þú leikur einu leik. Hvað er með það, höfðinginn? Hvað er með það? Þú ert að halda þau rétt angla. Út að bónga til mín. Já! Kallaf, takk. Hvað ætlar kúturinn að gera núna? Það er lítið sör núna nefnilega, sko, hann getur sagt þig það. Það verið fá. Ég næ allavega öðrum, það hlýtur að vera. En höfðu ekki lofaði Series 4 um kvöld, þannig að hann verður að leika C4 Já. í fyrsta leika eftir. Þegar hann er hvít. Er það sikkilega vörðinu?
Herðu, það er þetta kemur inn á fyrstu spurningu þáttarins. já, Við erum náttúrulega með helling aðsend og Gretar spyr þína 3 uppáhalds byrjanir. Já. Ég vil nota bara E2 til E4, ég vann mikið með það og svo ég vann mikið með biskupinn. Já, Kóngsbrað. En hvað er að gera núna? Er að gefa mér gosa? Hann er að gefa biskupinn og hann er bara, já, það er bara nákvæmlega það. Fara að líta ágætt út hérna. Ok. Þetta er alltaf spennandi hérna. Þetta er í játn. Ég verð að halda einbeitingu hérna. Mitt hlutverk er að grilla á meðan. Það eru 6, á hann 1 peð á meðan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nei, hann á ekki peði. Þetta er svo vel telt. Virka kónginn. Wow. Og get fakt að ég held að Mækarinn, hann er með tárin í augunum ára á þetta sko. Mækarinn held að hann væri betur en hann sko. Hann var búinn að segja fyrir eftir þátt, hann segi ég á nú eftir að sjá þessa blindskák sko. Ég held að hefði ekki nefn aðeins prjónað sem hefði bjóðið blindskák þar sko. Þetta var rosalegur leikur! Þetta var leikur sko. Jesus! Þetta er nú bara bannað hann fullan. Nei, bannað sko. Þetta er alveg sko. Nú er ég Þetta var góð leikur sko. Já. Er þetta ekki færðið töframæður eða? Hvaða gæði er þetta? Sko. Þetta er svona... Þetta er Helgi Mikael hérna. Já, þetta er Helgi Mikael. Ég ætla bara að sækja þetta. Skák. Þetta voru... Úff, höfðingi. Já, drottningin er dauð. Kallt er það, Klara. Það er drottninga. Ég var að hugsa. Já, ok. Ok, þessi var... Teldi bróðbróðsgangin ekkert eðlilega vel. Hver er þetta? Þetta er bara eitthvað vél. Já. Sko, ég er ekki án leiðilegur en ég held að þessi komið tíma á að... Þetta er búið. Já, ég ætla að segja það. Að henda í... fánan, sko. Hann er ekkert að falla á tíma þessi gæði, sko. Nei, ég held við getum alveg að skifja þetta lifur, er það ekki það? Jú, við getum alveg telt þessu áfram. Það ætlum ég bara að spyrja Kristján Óla. Við erum búin að fara yfir sætasta sigurinn á ferlinum. Sætasti málmurinn á ferlinum. Það var bara Invincibles þegar við unnum fyrstildina á þess að tapa leik. Það er svoleiðis. 2005, já. Næstu í 3-4 líka. Næstu er svo bara beint á eftir. Hvað segirðu? Var ekki Arsenal 2003-4 eða? Jú. Já. Og þið 4-5. Já. Eða 5 bara, já. Já, 5. Og það var helviti sætt. Já. Já, það er nú eini málmurinn sem ég vann. Reyndar vann ég með aðra deildina með Víkingi Ó. Þá töpum við ekki leik heldur. Já. Ég kom þetta bara inn á miðju tímabili, sko. En sérðu eftir að hafa elt ómikið seðlana á þínum ferli? Ég elti nú bara seðlana í eina skipti. Ég reyndar líka 2009 í Sandgerði, sko. 10 mínútur eftir hrun og allt í einu buðu þeir bara úrvalsdeildardíl í annarri deild, sko. Tóku mig og Kekit, sko. Það bara þæla, bara borgaði beinhörðum og Þakkaði bara fyrir þig? Já. Hvað er það, ég er aldrei að fara að landa þessu, sko. Nei, ég held að sé alveg eins gott að gefa þetta lifur. Já, mér finnst ágætt þegar hann er... Já, við getum gefið þetta. Ég er alltaf að ég get alveg aðeins, fá tilfinningu, það er kannski alltaf. Já, það er ekki bara fínt bara. Ég bara nenni ekki alltaf að máta mig eitthvað fáránlega, sko. Nei. Nei. Já, fáum frá Unnari Páli hérna, a fellow banker. Hver á að taka vítin á Blix á meðan Mikkelsen myndir? Takk. Vítin. Það er skemmtileg. Bara Árni Vill. Já. Það er bara solid, sko. Er ég hérna? Er Árni Vill alltaf, er hann garanterað 10 marka maður í sumar? Ég hugsa það, og það er líka gaman að sjá. Ég hef mikið sem verður eitthvað að fara á, sko. Já. Það er klárt. Þetta er eins mikil dauðaganga og það er gerast. Já. Já, ég getur bara að pakka saman. Hvað ger ég? Það er hann að fáninn hérna. Já, bara blessaður 1400 maður. Já.
bara frábær skák Já, það var Sigur, hann Þór Atli. Ég gefum hann að hrós skilið. Þetta er Sæþór Atli, já. Takk þessu. Kannastu við hann? Já, ég spilaði með pappans þegar ég var 14 ára. Og nú ertu að tefla á móti leika fyrsta leik, hvað það? Nú ertu að tefla á móti Series 4. Series 4, takk. Nú ertu að tefla á móti Er þessi betri eða? Já, því miður, þá er hann betri sko. Þá förum við bara í stífan varnarleik. Já, það er bara enski leikurinn, takk. Tjöfull get ekki betra skapnar. Já. Höfðu ekki neitt kannski betra svona varnarskap? Ég er ekki frá því sko. Sjá hvernig tefli byrjannar að krafti og... Hann er bara að tefla þetta eins og fokkin Magnús Carlsen sko. Í sjokki yfir þessum skátilþrifum sko. Þetta er... Noptos, hver er það? Það er Ólafur Evert. Já, ok, þannig að þetta er annar ekki að verja hann er 18. maður sko. Eló sko. Önnur. Já. Þú ert að fá alvöru challenge í kvöld sko. Já, þetta verður bara þetta. Ég þarf ekki að fá einhverja kjúklinga eftir sko. Já. En tökum aðeins, ef við förum bara, mér langar að byrja á Káa, af því að ég elska Káa eins og við erum að spila núna. Já, það eru ekki að geða. Unnur 0-1 í kvöld ekki? Já. Jú. Stubburinn með alvöru matsvinning. Clean sheet. Já. Varst það ekki þú sem spáði þeim ansi hátt? Káa, jú. Já, þriðasetti. Kalda hvað það fyrir? Já. Fjölskyldan fyrir aðkasti og... Allur pakkin. Það er bara þannig. Hvert spáður þið? Ég sagði þér getið ógnað Evrópu. Já. En varst það spáðum að því að þú Arnar Gretas eru góðu vinnir eða bara Já, fyrir líka. Já. Ég bara veit hvað hann er góðu þjálfari. Já. Allir sem hafa spilað undir hans stjórn segja það og bara sá bara í fyrra, hann tekur við þessu Káa-liði, það var allt niður um sig. Já. Og hann gerði það bara mjög vel að byrja að múra fyrir og svo í ár þá er hann farin að spila sóknarbolta líka. Já. Og hann er með 13 stig. Já, 13 stig. Já, á 18 mögulegum. Það er bara helviti gott. Það er rosalegt. Búnir að fara í Kórinn, fara á Stjörnuvöllin og Káarvöllin sko. Þetta er ekki léttustu völlin sem hann að fara á sko. Nei, það er rétt. Þeir eru öll lélegustu liðin eftir sem ég myndi segja verið lélegustu liðin. Skaginn, Fylkir, Keflavík. Ég eru búin með Keflavík reyndar. Já. Þannig en þetta verður bara skemmtilegt mót. Já. Er ég að leikna líka eftir það ekki? Jú, þeir eru leiknir. Nei, þeir eru unnu þá 3-0 hana á okkur. Já, alveg rétt. Já. Ef við fengjum bara, ég veit ekki, topp 4 eins og þetta blasir við í dag og kannski falliðinn. Já, hvað er með þið? Takk. Skaginn og Stjarnan falla. Já! Slöggidómur. Þeir eru strax konum með frétt, en takk. Skaginn og Stjarnan falla. Er bara, sko, gerði þið mistök í því að halda ekki Rúnari lengur og gera bara... Hann alltaf bara ákveð sjálfur að fara frá. Já, hann gera, en þú veist, þá voru þið búin að ráða 2 aðþjálfara saman, einhvern veginn... Ég upplýði þetta svona eins og hann var ekki að fá þá virðingu sem að hann kannski hefði viljað. Eða hvað? Já, ég veit ekki. Er þetta ekki í lagi eða? Já, staðan lítur mjög vel út, Þetta var svo vel, sko. Ég er svo ánægð með þið, sko. Ok, bitar ég hérna... Hvað er hann að hugsa núna einhvern megaleik eða? Það er bara engin... Ok, Svartur getur bara, þú veist, hvað hann að gera? Drepa riddaraðina D4, þú veist... Ég held Svartur í... Tefnir eitthvað á netinu heima þeirra? Nei. Ekki neitt? Ekki neitt? Ekkert. Eiginlega bara ekki neitt. Ég gerði það einhvern tímann eitthvað svo, bara kringur 2000 eða eitthvað. Já, takk. Fylgdist aðeins með pappa Sjörvars, hann er alvöru taflsjúklingur þegar maður kíkti í heimsókn hjá honum. Já. Þá slapp maður ekkert út nema að kíkja hann fyrir þessar skákir hjá honum. Það er náttúrulega helvíti góður sko. Hvað er hann að fara að bjóða með jafntefli eða? Hann er allavega dottinn í eitthvað... Já, ok, svo leikur Tilbaka. Puss í mögu. Ég tek bara til að taka biskupinn. Takk. Já, þakka bara pent. Já. Höfðinginn er með góða stöðu. Ég hef alveg sagt það
ég ætla ekki að jinxa neitt, en þetta lítur vel út. Ég sé alveg, já. Ok, ég skal segja þér eitt. Ólafur Eivert, hann fór helvíti illa með mækaran í síðasta þætti. Hann gerði, hann svona eiginlega mækaran var næst þegar bara lappa úr stúdíónu, sko, eftir þá skák, sko. En þú ert að standa í honum. Þetta lítur feikilega vel út. En fyrsta höfðingir að staða svona vel, þá verði ég að grilla hann. Endilega, halda áfram að grilla, kalli. Sko, mér langar að taka hérna frá Viktor Óla. Vorranum. Já, Vorranum. Hann spyr, Hugsy eða Dominos Ási? Þetta er mjög opin spurning. Í póker? Já, þetta lítur að vera póker. Alltaf Hugsy. Já. Og hann lítur að vera líka betri í golfi, sko, því að á Dominos Ási fekk heldur betur að finna fyrir því á föstudaginn. Ég hef aldrei unnið jafn stóran sigur í golfi á ævi minni. Þú skyndir honum? Já, það er svo. Ég verður að stíða valið allir jara núna því að Dominos Ási er að sponsa alveg þátt, sko. Já, það er bara góð. Það gæti farið í fíluna, sko. Ég veit að ræfa sig. Hann er efnilegu kylfingur. Já, hann var að senda á mig, sko. Hann er út af velli bara í þessum tölu orðum, sko. Ok. Já, hann ætlaði mitt, hann var að stinga upp á því að við myndum gefa gjafabréf fyrir einhvern sem að vinnur í kvöld. Og Sæþór var fyrstu til, þannig að það er ekki bara tilvalið að Sæþór, þú ert inn í gjafabréf frá Dominos, þannig að sendu mér bara línu á Facebook og við græðum það. Já, þið voru í hérna, með fórgjöf eða ekki? Nei, þetta var án fórgjöf, 2-2, sko. Já. Varstu ekki með punktafjölda eða? Jú, við undum með 27 punktum, ég og félagið minn kom út í honum og Oliver Oliver Torlasíus. Já, Gróttu. Já. Hann sló lengst á högg sem ég séð á GHG-golfvöllunum, 290 metra drive. Takk. Er þetta eitthvað risk? Jó. Nei, þetta er svona sko höfðingi, þú ert að tefla eins og höfðingi. Þú ert að standa eins og hetja. Þetta er flott. Þú ert að tefla á móti mjög sterk skámanni. Hann er mínútu á eftir í klukkunni. Og það er mögulega, sko ef höfðingi myndi taka Óla Evert, það væri, já ég ætla hann bara ekki að segja og mikið sko, en þetta lítur ágætlega út og hann á ekki neitt. Hvað þýðir þetta? Þetta hljóð? Já. Því er einhver að follow okkur, Viti Sig, Viti Lukaku sem var að skrifa undir á krífinni, kóngurinn. Já, takk. Þú veist hvað það er? Nei. Það er bara einhver besti neðri deildar framherji sem ég sé sko. Já, í fótboltanum? Já, kallaði Viti Lukaku. Er hann á mínútu eftir? Höfðingi? Já. Við getum alltaf rólega, við hefum nógan tíma. Já, en nýtum okkur tíma ofurskvöldið samt. Hérna, já. Ef þú tekur hann. Hvað er að gerast? Sko, ég held í alvegna sem Aktífir biskupar. Come on! Hrókandi velstaðsettir, drottningin á sínum stað. Fuck! Hann á minni mínútu eftir, sko. Hver er þetta? Aðalsteinn? Eitthvað, Aðalsteinn eitthvað. Hvað gerði hann? E5. P.O. Já, E5. Hvað ætlar að gera hann, höfðingi? Push. Takk! Shit, maður. Hann drap og drepur. Takk að kjærlega. Þetta er ekkert eðlilega spennandi sko, það er erfitt að lýsa sko. Hann er að falla á tíma, ok, hann drepur þarna. Ok, drepið. Fuck. Ok, drepið þarna. Hann drepur hann á hálftegn, skáp. Ég verð að drepa hann. Þú getur ekki, drottningin, það sé. Já. Þú verður bara að fara á H1. Það er alltaf lagi, hann er að falla tíma. Það er heldur betur hitt í gólum með það maður, Jesús, ok. Drepið. Og hvað núna? Hjá höfðingjanum. Ok, hvað er staðan? Þú veist, ok.
Boltinn er hrein. Shit. Kóngurinn er hún helvíti berskjallaður. Fuck, þetta er spennandi. Ok, það sem er að gerast er... Þetta er bara... Svartir og hvítir eru báðir í bullandi sókn. Það vantar ekki mikið til þess að höfðinginn sé að fara að máta, en að sama skapi er Óli Evert heldur ekkert langt frá því. Óli Evert er að falla í tíma. Það er nú bara staðan. Óli Evert á lítinn tíma á klukkunni, reynir, skiptir upp á drottningum, einfalda tablið. Skák. Fáum skák, fáum uppskipti, jafnvel. Höfðinginn byrja uppskipti. Ok, það er Óli þykkur. Alveg. Það munur einu peði. Já, góð leikur. Oh my god! Óli að hóta peði og það ekki svarað sem mynt. Þetta er rosalegt. Þetta er nú bara... Þetta er rosalegt. Það máta mig ekkert Það er úr bara- þessu, ég Nei. trúi því. Sko, höfðinginn er að tefla eins og sannur höfðingi. Getur bara sagt það. Þetta er Nei, þetta bara... Sko, það væri ótrúlegt ef að þessi fær ekki jafntefli, sko. Ég vil fá jafntefli hana. Takk. Push! Push! Óli Evert er 800 stiga maður, Birkikall. En Hér höfðinginn eru er það menn líka. ekkert að Það er grínast. bara málið. Jesus. Fuck. Guð, ég get bara setja í kjör, sko. En hvað ef hann fellur á tíma núna? Vinn Þá ég vinnur þú. Já. Já. Ok. Varlega núna, varlega. Fuck. Góð leikur, góð leikur, góð leikur. En ég get ekki máta hann. Nei, Nei, þetta er að piði. aðjá. Ok, Nú er þetta bara nú jafntefli. þáttu bara að drepa Við erum bara að hittið. drepa peði. Og þá ertu komið í jafntefli á móti 18 stiga manni. Já, Ekki mér að tefla í, hvað sagðirðu? 25 ár. 25 ár, takk. Takk. Ég fer ekkert að þessu reyð, þá getur hann ekkert, þá næra hann aldrei piðinu. Nei, einu svo þetta pæli ég bara drepa pið. Takk. Óli, þetta er búið. Partíð er búið. Það er nú með að menn fara rétt að fram höndina, sko. Þakka kærlega fyrir góðan leik. Við meðum ekki tapa þessu. Nei, kemur ekki til greina. Hann getur ekki ekkert skáka á hann rittara, sko. Það var ekki hægt. Nei, þetta er steindið játafli, en þú veist... Fucking hell, maður. Þetta er höfðinginn. rosalegt. Sko, Óli Evert tók mækaran og svoleiðis... Já, hvað maður að segja, hann gaf hann þetta gamla. En höfðinginn er að mæta hérna og vonandi ná játtöfli. Þetta á líka að vera, sko, spjallháttur að einhverju leiti. Ég næði ekki einmitt að Nei, vera fimmur að þetta er bara... Óli, bjóti játtöfli, please! Þetta er alveg bara... Við þurfum játtöfli, takk. Shitturinn! Bjóða jættunni, bjóða. Er höfðinginn að ná fyrsta punktinum í hús. Nú eigum við leik. Skák. Ok, höfðingi, þú ert líka fallið tíma, bara svo við Já, það. ég veit það. Já, ég má ekki vera það. Nei. Hann fer ekki upp um diða því að þá veit hann ef það höfðingi dreipur, þá er þetta í aðtöfli. Fucking djöfull, sko. Þetta er ótt. Sko, ok. Þetta er rosalegt. Býtu, nú getur hann Óli. Óli! 10 undir 10 sekúndur klukkunni Óla. 23 ára höfðingjanum. Fá rittarann upp og skák. Þetta er nú bara, Kóngur upp, hóta rittaranum. þetta er nú bara mest Góð spennandi leikur frá skák í höfðingjanum. sögu. Skák! Ó nei. Skák. Millileikur. Millileikur. Það er alveg millileikur. Það er verið að svíða í villi. Þetta er svo sárt. Þetta er ógeðslegt! Þetta er búið. Nei, hann er ekki ekki tíman. Hvað, hvað fær hann alltaf auka tíma? Viðbóta sekundur. Já, hann fær alltaf viðbót, sko. Þetta er svo svekkjandi maður. Hvað það var ógeðslegt!
Ég held að hann kunni mótavöldardíku. Þetta er Þetta er sinnsannlegt. Það verður að svíða okkar mann hérna í beinni. En sá stóð í honum aðeins. 18. stiga manni. Já, Búið. takk. Ha. Frábært. Já, enga séu mjög vel telt. Já. Nú verður að fá okkur kjókling næst, sko. Höfðu ekki var með Búið til náttúrulega bara... Já, kannski hérna fáum við ekki með fítasti næst. En hérna þetta er svo mikið að skemmtilegum spurningum, maður veit bara ekki hvar maður á að byrja. Takk. Takk. Kvambergin Taktu og Kvamberg. Heiðaríki líka. Já, Hver er Kvamberg, þetta? vel gert. Kvambergi segir, Heiðaríki næstur, þú ert næstur. Svara kallinu sem er. Það er langt á Birkir, hvar voru? Ég er alveg búinn að týna þræðinum hérna. Nú vorum að tala um Spútnikli Káa. Já, við vorum bara að klára það. Já, kannski hérna tökum fleiri Spútnikli af því að þú talaðir um að hérna Stjarnan myndi falla og Skaginn með þeim. Já. Keflavík og Leiknir sem voru að koma upp. Keflavík getur fallið líka. Já. Það er bara þannig. Og Þið hafa með hvað? Hafa með Stjörnuna og Skagan. Freyka þetta eru Keflavík og já. Stjarnan er búin að skora mark í einu leik af 6, sko. Mátt okkur á því, sko. Til að ná í fótboltastig þá var þetta skora mörk. En hvenær þarf Stjarnan að rífa í gikkinn? Ég veit ekki hvort þeir gerir það, sko. En það er alveg krísa þarna. Það er bara nákvæmlega þannig. Við horfum á leikleifur, þau voru alltaf lagi í kvöld, alltaf lagi gött. Alltaf lagi ekki gott. Þetta var svona, þetta er ekki Stjarnan sem við þekkjum. Nei, þeir bara styrti ekki liðið nóg fyrir tímabilið. Nei, og svo... Emil Atlason sem sendir nummer 1 í liðið sem ætlar að berjast einhverja málma bara glemdi hugmyndin árið 2021, sko, því miður. Engin strækir í þessu liði, sko. En svo er eitt sem hann okkur að koma inn á, sem að tengist í að sko, allir hafa beðið endurnýjun Stjörnunar. En málið er bara það, og svo núna segja sérfræðingarnir, já, endurnýjun var of hröð. Þú getur ekki sagt svona, sko. Þú getur ekki beðið endurnýjun og svo þegar kemur endurnýjun þá segirðu, já, endurnýjun var of hröð. Þú veist, þú voru að velja. Þannig að þú veist, einhvern veginn þá bara, þú veist, það vissu allir þessi tímamót að vera að koma í Stjörnunni að, já, einhvern veginn það væri að sigla í, bara, ok, reyndar, ég held að enginn hafi búist í að það myndu fara jafn neðarlega þeir eru núna, sko. Nei, en þetta er bara, það er eitthvað mikið að, sko. Það voru hlegið þegar þú sagði að Stjörnun væri fallbaráttu teimi, sko. Já. Við þurfum alltaf að fara að vinna fótboltaleik áður en alltaf afsanna það, sko. Já. Leifur, þetta er næsta Já, spurning. mér langar alltaf aðeins árum að þú talar um að Leiknir sé ekki fara að falla. Hvað geta það ná langt með hópinn sem við erum með og þjálfarinn? Leiknir? Já. Hann er mjög efnilegur, hann Siggi. Hann er það nefnilega? Já, hann er geggjað þjálfari. Enda skákmaður. Þeir enda bara svona 7-8 sæti. Já. Það er Það er svoleiðis. kringum HK og Fylki eitthvað svoleiðis myndi ég halda, sko. Þannig að þeir eru alveg að testa morgun. Fá FH í heimsókn. Já, það verður rimma. Já. Nú er ég í smá brekku. Nei. Þú ert í góðum áluna, sko. Þetta var fýll leikur. Næsta spurning kemur frá Elías Óra. Er ekki kominn tíma á Sörens fái stærra hlutverk í Dokk? Ha? Nei. Nei. Hann bara bullar og bullar, sko. Þið miður. En góð drengur. Góð drengur. Já. Hvort elskar höfðu ekki meira að syngja að tralla frá Sigga Jóns? Tralla. Tralla? Já. Meira sem getur það. Já. Ég spyr eiginlega í hverju þætti, hérna, af öllum vinniðinum, hver er svo sem elskar hvað mest að syngja tralla? Gilsarinn. Það er svoleiðis? Það er svoleiðis. Já. Hann er alveg fyllibirta. Það er bara þannig. Þú ætlum ekki að dæma fyrir það. Ný. Ég segi bara við skálum fyrir Gilsarinn. Já. Skál. 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 Þetta er, ég er hvað, 2 peðmyndir eða? 7/5, já. Sko, við erum að gefa höfðingarna það að hann er búinn að fá alvöru challenge í kvöld. Já. En ég er að tefla eins og, en samt höfðingi er ekki hann leiðilegur. Þú hefur 50 mínútur til að vinna fleiri en eina skál, sko. Okay. Til að toppa mækaran.
Já, ég vinn alltaf 2 frá skáki, sko. Það er svolítið hverju pappakassar á mæta. Þú vil bara ekki öðru, sko. Er það satt að þú var reikspólað á leikvellinum hjá Kvöt eftir að varst rekin? Martin Már spyr. Ég hafði ekki búin að lesa þessa spurningu fyrir. Sko. Hvað? Já. En þessi er skemmtileg og hún kemur frá Kela, Já. kettinum. Ég reynda að fekk að færa næst í stílinn að þið fengum svipaða spurningu senast þetta. En hann spyr, hvaða taflmaður minnir á knattspyrnumanni Kristján Óla? En svo gefið þið valmöguleika. Ok. Þú færði A. Biskup, sóknarþenkjandi, einfættur, mikið að leita í langa diagonalbolta. Ég er alltaf bara hrókur, sko. Ok. Það er bara þannig. Það sjá. Svo fáum við riddara, lítil yfirferð, skapandi, gott auga fyrir stuttu spili. Já, reyndar að geta alveg riddari líka, sko. En svo kemur þú segir, hrókur, þungur, erfitt að stoppa þegar komin á skrif. Já. Það er hrókurinn. Já. Þetta er einhver leðilegt að skák sem ég hef telt. Já. Þetta er svona störukeppni, sko. Já. Það er ekki fínt. Jú, þú ert alveg þeim undir, sko. Já. Þetta leikur frá Kvanberg. Ég verður bara að gefa leyfið það, sko. Hlustendur okkar eru bara heldur segir. Já, þeir eru það, sko. Það er málið. Ég veit ekkert hvað er að gera hérna, sko. Ok, alltaf. Ég er í vandræðum. Þú ert í vandræðum, ég skal... Aftur held ég samt sko að hérna Bjarki Kvanberg sé að tefla með svona 80% accuracy sko. Já, það er svoleiðis. Já, tefla mjög vel sko. Hver vinnur skák, þú eða Doug? Ég vinn alltaf, hann kann Er það ekki? Hann er ekki góður í neitt íþrótt, því miður. Því miður? Hann var fínn markmaður, með ónýtt nýja. Þannig að það var bara búið, sko. Já. Hann átti ekki breykið í skákinni? Ekki séns. Ekki séns, nei, takk. Djöfull er hann að fara að gera núna, ég get ekkert gert Nei, þú ert patt, basically, sko. Og Bjarki Kvanberg lappar með kóngið sinn. Og... Stilla upp í gildrur hérna. Þetta er... Kalt er það að klara, sko. Þetta er... Ég býð þetta til þess að vera freysaranum. Já, það kemur. Já, tíminn maður, eldgamli tíminn. Já, tími, ég er búið. Já, þetta var flott. Bara Bjarki Kvanberg. Má ég fá Heiðar aftur? Heiðar var klár með challenge-i. Það er 0-3. Já, þetta er ekki tölfræði sem að... En þú ert búinn að fá... Helviti erfið að gæja, sko. Það er bara að gefa það. Þessi var lélegast með 1600 stig eða? Já, menn er ekkert að grínast sko. En fyrsti var enda með 14. Má sjá hvað er með það? Þessi með 2 og 5. Nei, Heiðar ekki. Já, 2 og 5. Slepp með því. Þú fáið að sjá alvöru framistöðu. Já, takk. Ég meina hérna frá regluverði Arjónbanka. Já. Takk. Spyr, hvenær ætlar höfðinginn að stofna sitt eigið podcast? Úlningastarfið fara að fara sínar eigin leiðir og mækarinn kom með sitt eigið? Ég er bara í góðu stað eins og staðan er núna, sko. Ég er ekki að fara neitt. Nei. Dreftu mig. Dreftu mig það. Er það svona leiðilegt hjá okkur, eða? Nei, Dreftu mig. Nei. En höfðinginn, segðu okkar bara hversu mikið sárnað er að missa mækaran? Ég skildi þetta ekki alveg, sko. Nei. Og skildi ekki hann þá. Þú saknar hans? Já, ég held að enginn grætt á þessu, sko. In the end. Nei. En það er bara eins og það er. En þú saknar hans? Já, ég vinn með hann okkur degi, sko, þannig að ég saknar svona ekki meira en það, sko. Já. Þannig að ég hlusta á hann töða alla daga, sko, þannig að þetta er bara, hann ákvað að fara þessa leið. En þið eru þríeykir sem þjóðin biður sko. Það er nú bara svoleiðis. Já. Leifur þetta samlega því að? Klálega. Já. Þessi tala fyrir ansi marga þarna, Birgir. Ég held bara að það sé, og mér finnst bara eins og mörgum, bara leiði hvernig fór, sko, þú veist. Já. Ok, hann er lúmskur þarna, hvað ætlar að gera? Ég ætla bara að vera hérna. Takk, þú segir bara takk. Herri, hérna er einn frá samstæðsfélaginu.
Það ekki. Hefur þið tekið 80 back? 80, ég tek ekki 100. Frá hverju Þetta frá mækarunum. Ég tek ekki 100 kílói back. Það svoleiðis? Já, ég er margóft. Mækari spurði hvort Ég held ég hef aldrei náð 105. Nei. Ég maksaði 100, alveg margóft, sko. En það er bara svo þar. Ég hef ekki farið í bekkin lengi eins og kannski sést. Ég myndi ekki segja að það sjáist. Nei, nú lítur ekki það út. Veitu hvað gerðist? Hann draf riddarann eftir þeim, drefti bara tilbaka. Já. Segði bara takk. Og þú ert í góðum málum, Ég er í góðum málum nú. Ef hann dreipur ekki, hann hittar að dreipa mér biskurinn. Hann segir hann, já. Leifur á móti kannan teflunum. Herðu, wow. Nei, allt í lagi, það er riddar á titlum, það er riddar á titlum. Topp málum. Getur bara fengið sík og sko. Svo hvað er að gerast hérna? Ok. Hann hefur peði yfir. Allt í lagi, ekki ger. En höfðinginn er með mun virkari kalla, búinn að hrókera. Mér langar í fyrsta sigurinn, Leifur. Hrókurinn að hálfópun línu, Tíminn er líka með mér, sko. Ég get ekki tapað þessum trúð, sko. Það lítur bara vel út, sko. Leifur, á móti hverju meira? Segðu það. Hann heitir Heiðarengi, meira veit ég ekki. Ok. Hann er ekki að fara að bæta þessi Ég 600 þykist stig. vita að þessi Heiðarengi sem er barnið sitt, sem er að BKS skólanum bak við sig, sem er ekki góða fréttir, sko. Ok, þú ert með góða stöðu. Er hann með barni á baku sig? Ég er skítrættur það. Barnið á baku sig. Þetta er reyndar einhver besta 600 stiga talmennska sem ég sé mögulega á ævinni, sko. Já, þetta er bara leikþáttur, það er nefnt ekkert annað en það, sko. Þetta er bara mjög vel telt, það er ekkert flóknar að það. Það mækan ekki að ræst út einhverja gæja fokk í mér, sko. Það er ekki óvart, sko. Sérstaklega ef hann er að senda einhverja spurningar, sko. Herðu, nú erum við að tala um eitthvað. Sko, höfðinginn er með þína stöðu, en það er samt erfitt að sjá hvað hann ætlar að sækja, sko. Fótum. Tókstu einhvern veginn þátt í svona alvöru móti, ekki blöndós, bara svona alvöru móti. Ég fór einhver Akureyri og eitthvað svona, sko. Já. En ekkert Íslandsmóti. Áttu að breyka eða? Ég vann einhverja skákir og tapaði líka og var að pakka saman í nokkrum, sko. Já. Það voru alvöru nördar að það mættir, sko. Það er bara eins og það er, sko. En segjum skákmót, dokk fjölskyldan, þú myndir rúlað upp á Reykja þá. Já, í blindskák, hvað er það? Já, í blindskák. Í blindskák, takk. Það ekki heimaskítin að hjöpa og svo var ég búinn að máta á mækarinn svona 15-17 leikjum. Hvernig myndi fara að myndi kella þig katt? Ég þekki bara ekki hans skák sögu, sko. Ég skal segja það, Keli var heitur á challenge þig, en hann þorði ekki. Það er svoleiðis. Veist, hann var hræddur að gera lítið úr sig, sko. Nú áttu aldrei góðan leik, út af því að EP er lekkur. Hvað er með taktík, Leifur? Nei, Leifur. Má ekki hreyfa þetta EP, þannig að það er sjöna. Já. Takk. Ég langar að fá höfðingjataktík. Takk. Svo bara takk. Nei. Ég ber eiginlega ábyrgð á þessu, sko. Nei. Já, takk. Það er þú með 3 stig, eða? Nei. Er það? Kristján! Hvað er það Kristján var? Þú mátti drepa dýpir! Jájá, áfram gakk. Áfram gakk. Áfram gakk. Á móti hverju erum við aftur, Leifur? Heiðar. Heiðari og sína. Heiðar þakka tröstið. Heldur betur. Og ég tek þessa bara kassan. Leifur, þetta er þér að kenna? Já. Þetta er nú samt ekki alveg búið. Jú. Lítið. Takka þér, Kvotur. Já, tökum aðeins prem. Fylgdistu vel með... Get ég ekki fært?
Þetta var prímúf. Höfðingi var með sko svo góða stöðu, hann var að leiða frá fólk í haustum á. Já, núna, já. Hvað er hann að gera? Það sem gerðist var að þú lékst á hann lék, þannig að hann lék við fyrirfram sko. Já. Varst þú á Óli átvagninum á hann að byrja að sokka menn? Óli Gunnar? Já, bara tímabili, já. Hann þarf að gera betur. Hann þarf að vinna einhvern mál, alvöru mál. En á hvaða vagn þetta núna? Ertu bara... Já, bara 3 alvöru gæðir í sumar og þetta er dúabúl. Heyrðu Leifur, Miðjumann. þú ert með spurningar. Hvað myndi Kane gera mikið fyrir ykkur? Skora 40 mörg. Já. Og tryggja málum með það? Já, ekki tryggja, en sitt í líða. Það er helvítið þreytt að eiga við það. Ég er að gæla þessi Pep drull sér aftur til Barcelona, sko. Já, það verður óskandi held ég bara fyrir alla. Já. En já, ég er með spurningu á Hjörvar Steini Grétarssyni, besti skákmann á Íslandi. Já. Hjörvar var einmitt brjálaður þegar svo krakki var að koma upp. Og það er annar Hjörvar að koma upp í einhverjum íþróttum. Hann var brjálaður ángrín, sko. En Leifur, ef ekki gefa skák og gefa öðrum tækifæri á að... Jú, ég held að bara... Svo Höfðingi fá nú eina sigurskák. Flagga þetta, takk. Ok, önni challenge, takk! Myndi hann hérna kemur 1600? Nei, þetta er þú. Já, ég, já. Við tökum að tala sem. Hjörvar Steinn spyr, hvaða stöður ætti United að einbilla á í sumarglugganum og hvaða leikmenn við Höfðinginn sjá í þeim stöðum? Ok, Mækarinn vann Freysarann, Höfðingi. Nú fyrst. Þegið þú síðan núna. Takk. Mækarinn vann hann. Það er eins fokki gott að þú vinnur hann, sko. Hver er þetta? Þetta er Andri Freyr, strækir í... Já. Heyrðu, ok, Freyr, veist þú þarf að meira þetta, sko. Hvað meinar þú? Þetta er lærð byrjun hjá hann. Þetta er einhver heimskasti fyrsti leikur sem ég sé. Mátinn! Ertu að djóka? Takk! Það er ekki... Hversu heimskur er þessi gæi? Þetta er bara... Það er mát sem til er. Ég hef aldrei séð þessa byrjun, sko. Nei. Ég get ekki bara... Freysari! Ég segi nú bara thank you for your service. Hann lítur að leika sér. Þetta er nú bara eins og eitthvað grín, sko. Aftur, Andri, tökum aftur. Ég vil aðra frá Andri, hann er fínn í skák. Ég skal sjá þetta. Hvað er að gerast þetta? Andri, einu viðbútt. Freysari, þú getur miklu betur þetta. Já. Hvað var að gerast það? En við förum aðeins yfir skákina. Já. Er þetta hann aftur að? Já. Við erum heimskur, sko. Áfram gagg. Herri, það er önni skák. Freysari fara Nú ertu 10 miðna. Hann er að tapa 2-0 fyrir Höfðingjanum og Mækarannum. Þessi var rosaleg. Hann var náttúrulega grínast að lítur að vera, sko. Það má ekki Hvað eru menn að segja í chatinu, Birgir? Ef virkar það aðeins? Fólk er að deyja úr hlátri, hefur það með svona satra. Fólk er bara að grenja þetta hlátri, það er svona Freysarann. En Hann má ekki framhjólaupum hérna, ef við gerum hérna. Kristófur Orri, leikmaður Gróttu, segir Leifur fær bara gauð fyrir að kenna skák. Það er eitthvað rassamæla mannir. Þá segir Freysarinn, Höfðinginn fara að eiga við manni sem tapaði fyrir Mækarannum næst. Já, það endaði ekki vel fyrir Freysarinn, það við ekki það. En svo kemur þetta frá Óla Vivert sem vann Höfðingjan. Já. Yfir 90% accuracy Höfðingjan. Þú ert með 90% accuracy. Og þetta var ekki stutt skák? Nei. Það er rosalegt. Hvað því það er réttur leikur, eða? Já, en það teltir eins og tölva 90%. Næstu fullkomuleikur, næstu allir leikinnir voru bara eins og tölvan hefði telt á. Já, þegar riddarinn var þarna. Já. Jesús minn. Átti ég að geta náðu jafntefli? Já, alltaf. Já. Bara, það er náðu að drepa þetta peð. Því mikið.
Jesús minn maður. Já, þetta var Þetta er þreytt staða maður. Talandi klippu að höfðinginn hafi máta freysaran, strækir í lengdeildinni í 2 leikjum. Já. Þetta er TikTok-klippa. Þetta er ekki eðlilega vandræðalegt, sko. Það er í fullkomin leik. Nei, eðlilega, þetta er alltaf læg. Ég er nú bara ánægður með hann að hafa hreðja til þess að tefla í beinni útsendingu, sko. Það er nú ekki fyrir hvert sem er. Ég fekk spurningu úr Sal. Hvernig get ég skorað á höfðingjan? Og ef þið núna, að meðan þessi skákur er í gangi, farið inn á chess.com reikningin ykkar og farið í Connect og farið í Members og searchið í Members að eftir myrkur er það sem akkántin heitir. Þá fer ég eftir þessa skák, leita að vinarbeinum, samþykkja þér og þá getið þið farið í live chess og Já, flottur. og skorað á höfðingjan. Leiðbeiningarnar eru líka á Instagram reikningum okkar sem heitir Chess After Dark. Ég hvet ykkur til þess að tjekka á Instagram og YouTube reikningum okkar. Bæði Chess After Dark og Chess After Dark. Það eru allir þættirnir okkar á tímaflækinu þar. Þið getur bara hort á hvernig sem er á YouTube. Höfðingi minn og sjálfsög vera þar á móti 2. Hvað gerði hann? Þessi? G4, já. Vel harður, G4. Veistun á borðið myndi einhverju segja. Sá hlýtur að vera hefndarhug. Já. Hann var að tapa fyrir mækarnum, hann var að tapa fyrir höfðingjanum í 3 leikjum. Ef það er blótt tannin einhvers staðar, þá hlýtur það að vera freysaran, sko. Þetta er alvöru pattstaða. Já. Já, þú þarft svona, þetta er svona smá störukenn. Sjá peðin, þetta er bara eins og eitthvað listaverk hérna. Ég er ekki að vera fórnæðinu að neinu, sko. Nei. Það er ekki bara þátt í störukenninni og Ég er með bara tíma. síkó og bara slakar á, sko. En Leifur, ég veit að kom einn spurning frá Hjörvari, þú varst ekki búinn að alveg finnis hana. Nei, herru, já, einmitt, akkurat. Ef að Rollan fengi að versla 3 leikmenn í glugganum. Já, ég myndi taka Kane, Já. Sancho og Declan Rice. Rice. Já, frekar en Hafsend. Lindubuð þið verður bara döðlega að standa þarna, sko. Ok, þú ert með Kane, Sancho og Rice. Loka svar. Já. Ég var líka til í Holland í staðinn fyrir Kane, sko. Já. Þið kynnið það alveg, sko. Sko, já, ég ætla nú bara rétt að vona að Chelsea sjáu sóma sinn í því að sækja Rice aftur, sko. Nei. Það er það sem við þurfum í staðinn fyrir Jorginho, en ég veit Nei, ekki. ég er góðum til þínu, maður. Þú ert góð með Jorginho? Já, ég þarf ekki. Þið eru báðið Chelsea menna? Þolan ekki, sko. Já, við erum báðið til menn, sko. Er þetta eitthvað gælið það? Nei, þetta er flott. Getum við fengið annars spátum frá VF-fréttinni hvar Chelsea hvernig gengur okkur í meistaradeildinni? Þokkalega, þið eru konið úrslit. Tapið þar. Við töfum það. Já, því miður. Ég vona að Chelsea vinni. Tölur takk fyrir það sem var ára. 2-0 City. 2-0 City. Samfærandi bara. Já, það eru bara miklu betra lið og ennþá sárir eftir bikarinn hana. Sá mánu sem mistum þar. Tuchel er nú með taka á Guardiola, 2 í Já, röð. en ef að Kepa-rusli verður í markinu þá Já, er já, það ekki það er breytt. búið. Já. Bara búið, það er eitthvað VF-frétt til að segja okkur það held ég Birgir. Nei. Þetta er bara einhver leiðilegasta skák sem ég hef telt. Já, hann er búinn að pakka yfir þetta núna. Það er ótrúlega að hugsa til þess að þessi gæi sem voru að tala á móti, þú mátar hann í 3 áður, sko. Hvoru meina við taka? Hérna. Alltaf að drepa inn á borðið, segja menn, sko. Þá skil ég eftir Og svo hana. segir bara takk. Já, ég er alveg samanlega skilja aðeins eftir hann. En ok, Blikar unni í kvöld. Mhm. Hvar endar Pepsi? Ég hugsa rendi í öðru til 3. seti. Valur vinnur þetta mót. Já. Þeir eru bara í cruise-kontróli sínist mér eins og staðinu núna, sko. Hverjir eru efnilegustu leikmenn Pepsi-deildarinnar í dag? Það er Brynjar í K.A. er besti og efnilegasti varnarmaðurinn. Brynjar bróðir? Brynjar Ingi. Greta Nei, Brynjar Ingi? Í K.A. Í K.A. Já. Hann er búinn að fara rosalega á stað. Ok, hann, einhverju fleiri verðt að minnast á? Jason er búinn að fara vant á stað. Hann skoraði í kvöld og hann er efnilegur. Orri hann í Fylki. Já. Og ég er líka bara alveg hrifinn af Good Johnson hana. Arnar er ból? Já, mér finnst það skemmtilegur. Já. Svona, það er eitthvað við hann að gæja, sko. Það væri gaman að sjá hvort
hvort hann myndi snýta þessari deild ef hann myndi ná að bæta þess á sig, sko. Já. Ég var hissaði þegar hann mætti til leiks í ár að hann hafi ekki verið þyngri aðeins, sko. En hann var í fyrra. Svo hvað fleiri? Rúnar þarna í Keflavík. Já. Hann efnilegur. Mjög. Hvað finnst þér Keflavík sem 2 landsliðsmenn og þeir eru neðri, eða þeir eru bara eitt líðast í liðinu? Það er galið. Það ekki? Jú, en þessi hópur er náttúrulega bara grín. Það ekki? Við varum í hópi, við myndum að hafa fótbolta, sko. Já, Já, ég var þetta að kalla þér í hóp, ég segi bara nei. Já. Það var náttúrulega. Takk að nei takk. Nei, en þú veist, já, Rúnar sko er að fylla upp í stöðu sem að það er alvöru skortur þar. Já, vinstri, já. Það var nánast hring. Þú veist, ég beði til símtalið, sko, þetta var orðið þannig, sko. Já, ég fekk ekki símtalið, sko. En Leifur, komdu með statistics, Höfðinginn að tefla Keflavík í kvöld. Höfðinginn að tefla, hann er bara með 3 með ekki. Þú vannst. Þetta er 5. Og vannst eina. Þannig að þú þarft að vinna aðra til að ná mækaran. Nú er hótun frá Andar Frey, ekki lítil. Sko Það mækar. er að svíða þig núna, sko. Já, ég er svo mikill káaringur. Ég er alltaf að fiska eftir Stebba Geirs, sko. Hvað finnst þér um þann leikmann? Hann er skemmtilega, en mér veist hann ekki verið að fá mikið traust frá Rúnari. Nei, sammála því. Bekknum núna í á laugardaginn og í síðasta leik, sko. Og þetta er svona eini gæinn fram á því hjá KR sem eitthvað svona alvöru 5. gír, sko, í hraða. Heldur boltanum vel líka. Já, hann er bara, svona gæði bara að spila alla leiki. Finnst mér. Já. Ég ræði þess ekki því miður. Hann er mjög efnilegur. Veitu, hvern vann Höfðinginn að það? Þennan. Hann vann. Andra. Já, hann vann. Já, í 3 leikjum. Já. Takk. Þetta verður eitthvað jafntefli, sko. Nei, Höfðinginn, hann að Freysari mun, einmitt. Hvað er hann að gera? Það er nákvæmlega þetta sem var að biðja sko. Það kemur svona leik frá... Sko, Freysarinn er bara, sko, ég myndi segja að framfæri þáttarins fari klálega til Andra, sko. Það er búin að tefla þessi skákinga til mjög vel, sko. Já, svo bara sann Höfðingi, það er bara svoleiðis. Ætla hann eitthvað að fara með gos, nei, ég veit ekki hvað dýrlega hann ætla að gera, sko. Já, nú getum við farið að blása til sóknar, sko. Já. Kalli yfir og... En Leifur, án að klára spurningar þar. Já. Það eru eitthvað í chatinu líka. Já. Spurningarnar eru hérna... Hvað gerði hann? H3, P.A. H3. Já, Sko, það kemur ein spurning hérna frá Birgir Steini, ég veit ekki alveg hvernig ég á að lesa hann upp sem spurning. Nei, lesa Jú, ég lesa hann bara, já. Frétta að Höfðinginn hafi verið með topp 4 í Prem upp á 10 fyrir sísonið. Ég segi bara takk. Já. Það var bara þannig, það var mikið hlegið þegar ég setti liðið fyrir 3. Hvaða dagsetning var þetta? Þetta var í Hvenær var þetta? ágúst. Takk. Það er rosalegt, sko. Já. Vá. Þökk sér Lester í gær. Já. Vá, hvað við þökkum Lexter í gær, maður. Já, vá. Það er ég býð bara drottningakaup. Já, þú kalli yfir. Að tryggja það, já. Já, þú varst ekki tissa á þessu gengi í Lester? Nei, þetta er bara fínt lið, góðu þjálfari og fínt mannskapur. Það er ekki. Sko, náttúrulega leið og Höfðinginn búin að vinna aðra skák í röðu. Ég tap ekki við þessum gæði, sko, ekki séns. Hann kann valla manngangi, sko. Já, Freysarinn er segur. Já, Ég veit ekki að lítið Freysarinn. hann er ágættur. Já. Hann er búin að lenda illa í podcaststjörnum landsins. Já. En Verður hann fyrir barna kaffistofuna á morgun? ég veit að hann hefur svo illa eftir að tapa á móti Mækaranum, Já, sko. Ég get alveg ekki þetta. En það stefnir allt í annað tap hérna, Já, sko. Herri, hvað er uppáhalds, hérna, mér langar aðeins í Ask the Chief. Hvað er uppáhalds maturinn? Grilla lambakóturéttur. Ok, hver er þinn sérréttur sem þú eldar? Sem ég elda. Já. Höfðu þið ekki að pizza sig grilla náttúrulega out of this world, sko. Býttu nú við, hvað er á henni? Það er bara allir anskotin. Já, þú verður að followa Höfðinginn á Instagram, sko. Það er svoleiðis. Það er ekkert eðlilega sexy, sko. Hvað er í hérna, maður sjá? Er það bara Höfðinginn á Instagram? Nei, það er bara Kristján Óli? Kristján Óli Sig. Kristján Óli Sig, sjátt á það. Ok, Höfðingjapizzan, hann sérréttur.
Takk. Þetta bara að lenda hérna, já, þetta er svo huggulegt. Sko. Sko, nú vil ég bara... Að þú veit með hrók, já... Leifur, það er, sko, alltaf, kommenti, það er hægt að kvikna hann í, sko. Já, ég er ekki með þig, Birkir, þú ert með þig. Þú veist, eitthvað er það bara... ok, einn spurning frá Ólaf Evert. Hver eru 3 bestir í valsliðinu? Valsliðinu? Já. Frábær spurning. Pedersen, Kristjansen og... Pedersen, Kristjansen og Hannes. Nei, Birkimár. Já. Patrik Pedersen, Ralf Kristjansen og Birkimár. Já. Takk. Velur reynsluna þetta maður. Allir Þú segir makkar hérna, sko, 25 ár síðan við tókum skák síðast. Ég veit ekki hver þetta er, sko, en það... Ég bara... Já, endilega skora á okkur. Það er bara flott. Hérna... Ég var einmitt að segja Sigurður Egil Lárusson í fantasy-liði núna, sko. Já, ég trúi því. Hvernig er liðið þitt í fantasy-inu? Ég seldi... Hver er frammi? Jason Daða og Mikkelsen fyrir þessum fyrir. Keypti Gísla Eyjóls og... Gísla og, hérna... Hvað keypti ég líka? Út center. Kjartan Henry. Takk. Áhugavert. Hann Ok, Hörningi, þú verður að klára skák. Takk. Já, ég klára þetta alltaf. Já, ekki búið að síka svona strax. Nei. Sko, Freysarinn er lúmskur, sko. Já, þetta er svo leið, þetta sleppur. Þetta er ekki. Þú hefur góð leik. Þetta er ekki. Leifur, góð leikur. Leifur, allar okkar spurningar búnar eða? Já, okkar er búnar. Geggjað. Já, við erum búin að fara í gegnum það. Það var allt tekið fyrir. Ef að Höfðingi vinnur skák, þá er hann komið betra skor heldur en mækarinn. Það er bara staðan. Það er staðan. Þannig að það er helsis pressa, sko. Það er djúður heimskur maður. Nei, allt í lagi. En þetta er samt orðið, sko... Tvísýnt. Sko, Freysarinn er... Hann er með hnífasendi, sko. Já, hann er brjálaður eftir útreiðina sem við vorum að fá hingað til. Já, og búið til klippurum, að það hefur verið mæk og Höfðingjanum í 3 leikjum. Eins og þú sagðir, hann hefur harmað hefn í dag, sko. Já, þú veist, hann er ekki sáttur, sko. Og þetta er ansi ókvæðilegt frípið þetta bilinni. Ég er bara... Ítlir aðalegt, sko. Þetta er dautt. Höfðingi! Come on. Höfðingi, hvað er töfrar, takk? Mér Töfrar, takk! Þetta er verið að tefla þetta samt svo vel. Vel gert. Nei! Það er drókið! Nei! Hvað er drókið? Birkir. Herru! Þetta er jafntefli. Jú. Þú ert bara að halda kóngnum og hróknum og Ok, drottningunum. Höfðingi, við það strýpir hrókinas, unnið þetta á hann, ok. Nú þarf það að halda jafntefli. Bara halda kvöldum nálægt hverjum öðrum, þá erum við í toppmál. Höfðingi, hvað er með það, takk? Já. Ok, þú ert að hrókupið, ég held að geti alveg unnið þetta. Við svíðum þetta. Nægan tíma, skák. En já, ég spurði Mækar... Nei, þá skákar hrókina þér. Ég spurði Mækar líka þessari spurningu. Hérna... Eina góða sögu af hérna... Það má vera bara að einhverjum af fjöluðurum, bara einhverja, eða sjálfur, bara eina góða sögu að syngja og tralla. Einhverja góða syngja og trallsögu sem að þú manst eftir. Þetta er erfitt, ég er að setja punktinn hérna. Shit. Það er nóg að þeim, sko. Já. Akkur er drapandi. Er hann heimskur? Ha? Er fokkin Höfðinginn að vinna þetta, ángríns? Djúviti langt sinni máta samt með hrók. Ég held við setjum þetta bara á YouTube sem sýningamyndband, bara hvernig að vinna með hróki og peða Fokkin Höfðinginn að vinna.
Þú ert að trítla alla leið. Höfðinginn syngið á þrálega, maður láta Já, það kóngið sig. trítlandi sko. Baki alla góða vættir yfir andra feis. Ég trúi þess. Alla leið, takk. Nei. Hvað? Nú reynir á. Klára þetta bara. Freysari! Þetta er rosalega. Alveg sviftingar. Kann höfðinginn máta með hróka kóng? Já, Svo já, það- kunna það sko. Já. Takk. Vá, vel gert, takk. Hvað er ég að gera? Veistu hvað er einu sem vantarlegur? Að þau ekki sér í sík og svona, sko. Já, hann er eftir að hella sig. Ég er ekki búinn að hella upp á bollan fyrir hann, sko. Ég var klár með X, en ég klára hann á 40 sekúndur eftir sko. Já. Og Og fyrir upp með kónginn? Já, það er svolítið. Já, áhugavert. Höfðinginn ekkert að fíblast, sko. Eða hvað? Maður sjá, ok. Keira segir höfðingi takk. Það hlýtur til því það. Vá. Það styttist í takkið, Vá, sko. ég hef bara aldrei séð þessa aðferð á. En ég hef aldrei séð þetta á þér. Ha? Aldrei séð neitt máta svona með hrók og kóng. Þetta var ekkert eðlilega skilvirkt. Ég hef ekki getað gert það. Nei. Ég sverða. Og hvað heldur mækarinn sé betur ég í þá? Vá! Ég hirt sko. Herru, ok, hvað viltu taka? Þú mátt að ráða. Það eru svipaðir. Höfðingi, veldur. Ég tek bara þennan, hann er hinn búinn að fá 2. Þetta var annar reyndar, þetta var Andri Já, Steinn. já, Andri Steinn. Jesús minn! Makkarinn er næstur, sestur á borðinu. Hann vill held ég ekki væta Kristján Óla 1-1 núna. Ekki núna. Nei. Hvað er það með 17 þessi? Já. Úff. Ok. Takk. Þetta funkar ágætlega á hann, held ég. Já. Er þetta spænski eða ítalski eða? Sko Þetta er venjulega... ekki veitt, held ég. Venjulega fyrir biskupinni einum eða tveimur lengra, sko. Því að... Já. Þannig að fyrir P-inu, sko. Það maður góða fíja kætt á við. Biskupinn í hóluna. Nei, að fulla ferð. Höfðinginn er búinn að vera 2 skakir í kvöld. Já. Hann er búinn að toppa alla helstu stala sem við erum með. Hann er bara... Herri, ég glemdi einu Birki, ég glemdi eftir skákna að fara og samþykkja vinabinnir ef menn skildi vera nýjir hana. Eftir næstu. Já, ég ger eftir þessa. En eins og ég segi, það er eftir myrkur ef ég er ennþá að skora og það eru leiðbeiningarinn á Instagraminu, sjástu þetta þar. Leikall minn. Ok. Svartur nokkuð svolítið stöðu, búinn að hrókara, koma riddurinum út og biskupinum líka. Veistu hvað ég var að komast að það? Já, nei. Höfðinginn, við erum bara búin að trekkja vélinn í gang, sko. Já, já. Mér líður sem Magnús Carlsen er. Þetta er eins og hjóla, sko. Þetta er bara svoleiðis. Ég fann þegar að hjálpa ég að losna mig af og nú er þetta bara fulla ferð, sko. Mér langar að, var að gera hérna? Já, Já. að finna Já. eitthvað svona tempo og eitthvað dæmi. Þessi típa. Ekki var að gefa hana drottninguna mína, sko. Ný. Ánægði með þetta, sóknarhugur. Tjóðlega er ekki góðu maður. Það fyrir biskupinn.
búið til pláss. Og... Ok. Góður leikur frá makkaranum. Góður reyti fyrir rittarann. Höfðingin smá. Já. Já. Það er svo Góður rittari fyrir Já. ekkert spesrittara, það er góð hugmynd. Hann vill ekki Baka. Nei. og tjekku hvort hann vilja þennan. Og svo ég bara takk. Ég tímar ekki. Nei, þú er næga tíma maður. Herru. Frýtt. Nei. Ekki frýtt beð. Sorry. Tilbaka. Það er onni F2. Flottur. Flottur. Það. Lítið vel út. Hann þarf að fara að gera eitthvað. Ok, Leifur, við verðum að votta það að höfðinginn er miklu betri byggast við. Já, bara miklu betri, sko. Nei, ok. Hvað, ég á þetta eftir að sjá vandamálið? Já, nei, ég það á að sjá ekki. Já. Biskupinn. Þessi helds makkari maður. Ég er svona. Já. Drífðu að drepa þetta draslið þitt. Framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins er brjálaður af þessum sagði ekki hann sko. Úf, nú er brekka. Önnur spurning sem ég spurði hérna mækarana og mér finnst það aldrei skemmtilega því þú átti náttúrulega langan feril. Hver er sá leikmaður sem hefði getað náð miklu lengra en hann gerði en gat það ekki vegna meiðsla? Ég meiti sjálfur í öðrum flokki og bara, við áttum KR bara þegar ég var að koma upp. Það var bara 97, 98, 99, allir með mann ennetmótsins. Það var Albert Guðmundsson, svo var Mías Ólafsson og Mikael Haraldsson. Já. Mías og Mikael náði ekki að Blondver hefði getað náð sko. Marel Baldvinsson alltaf fór í atvinnu með sko alltaf en hann með ónýtt nýja sko. Já. Hann var rosalegur sko. Einu Íslendingur sem farið á træjar hjá Man United sko. Það fór þangað, það er rétt. Þannig að... Fór hann út með ónýtt nýja eða? Já, til Stabæk já. Meiddist í einhverjum 21 og sannleiki í Rússlandi sko. Og svo var bara brjóskin hinn á honum og þá var það bara game over. Hann spilaði samt til 2007 sko. Já. Það ég man, ég átti kort á honum, blika kort sko. Já. Hver er besti leikmenn sem spilaði með verðlun? Malli og Addi Gretars held ég. Addi Gretars líka, já. Og Arnar Gunnlaugsson alltaf. Hvernig spilaði þér með honum? Í Haukum 2010. Já. Þannig að hann var bara gamall á, en fáránlega hvað er ég að gera? Það eru brekka. Já. Brekka sko. Herru að þið voru þér vel eftir dark. Já. Þá kemur einn spurning hérna að ég voru að krakka þess að séu farið að sofa sem er að horfa. Og þessi kemur frá andra Hvað er ég að gera? Allt í lagi, ekki gera. Ertu tilbúin eins og það eða? Já. Spurningin er frá andra Frey. Býttu! Makkarinn er með pilluna hérna. Hann skoðist í apóteki, svo til pillunar og segir jafn slæmur í skákinni og í pókarnum. Nei, er þetta sá makk? Sýnist það? Gæi sem að ég, hann var alltaf að berjast að Blönduósi sko. Það er svoleiðis? Já, hann var eini sem vann mig. Við vorum að skipta dollunum á milli okkur. Já. Hann hérna, það gleymist. Ég ætla að gefa þessu skák sko. Já. Þetta er bara dögt. Takk. Það var á einu Pokémon höfðingjars. Já, þá ætla ég að nýta tækifærið og... Eina skáki viðbót á hann segja þetta gott dag. Andri Steinn, þú verður að samþykkja það. Já, ok, ég samþykkja það bara strax. Framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. Já, en hérna... Er ég að spila á hann? Já. Talandi Pokémon höfðingjars.
þá ég tók einu sinni þátt, tók ekki þátt aftur. Já, bara, ég get ekkert í póker sko. Nei. Jú, ég Það fullt af trúðum að sem að geta ekkert í póker en fóru svona langt sko. Já. Engin lengri en Maggi Bö sko, kann ekki neitt en Maggi Bö er búinn að standa sig heldur vel, hef ég heyrt sko. Já, hann náði fullt af money hann sko. Hann kann ekki neitt. Hann heppnast ekki í póker sem ég á æfinni síðan sko. Nei, ég fór nú bara því ég fekk svo kalda kveðjur. Það var ekki flóknara en það. Herru, ég var komin á borð með þér, Cool Victory, Huxi og einhverjum fleiri góðum. Það var einhver ekki Hvað héstu? en Bondan var líka þarna. Ég heit Leifmeister, Okay. fekk að heyra, fór allir inn og ég held að Bondan hafi pakkað mér. Svo heyri ég bara stríminu bara 5 minútur seinna. Leifmeister, hann getur ekki neitt! Nei. Það er kallt og ræð, ég var búinn að vinna mér inn fyrir, ég kann ekkert í þessu sporti sko. En hversu mikið er þetta heppni og hversu mikið er þetta gæði? Þetta eru gæði fyrst og fremst sko. Þetta eru gæði fyrst og fremst? Já. Þú krísar ekkert endalaust sko. Þannig að þú ert að kunna leikinn og alltaf skák er frábær grunnur fyrir póker sko. Það ekki það? Jú. Bara gera þokkalegur í líkindareikningi sko. Já. Fær ekkert all in með 2 þrista þegar það eru floppið mætt sko. Nei. Hvað er hann að vilja? Er hann komið kónginn hingað? Stælar. Það eru svona ákveðni stælar sko. En það ekki? Fyrir fólki í landinu sem er að horfa að þá er þetta semst framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins Hvað er hann með að stígum? sem er með pillur. Hann er með 1600 cirka. Hann er að fara að fá En bara lesson. það er spurning frá Andra Frey sem þú tókst hana gamla. Það er nú bara svoleiðis. Hún að vinna 2-0, er það ekki það? Jú, 2-0. Jú, Nei. 2-0. Takk. Já. Af hverju ertu kallaði Fróan? Ég er ekki kallaður það. Hilsarinn bjóð þetta nafn til Já. þegar við vorum í heimsókn hjá Marel Baldunsinni í Belgíu Já. og við vorum saman í herbyggi sko og hann er sex zombie sko og var að reyna að ríða fólki í svefni sko Einmitt, já. og hann var búinn að reyna að ítrekka að fara upp á höfðingjan sko og svo vorum við á okkur skralli þetta og við vorum páska og hann ég ákvað að leggja mig eftir föstudags langadjamið og læsi herbyggin og svo kemur Gilsinn upp og kemur á læstri dyr og spyr hvað er þetta Fróður? Ég var nei, ég er að leggja mig og síðan hefur þetta nafn verið fast um mig því miður. Sagan er nú ekki betur en þetta nú. En hvernig varst þið rýbrándar í höfðingjan? Það var Börkur kóngurinn á Hlíðarenda sem var að kalla King kóngurinn og doktorinn kóngurinn og höfðinginn og þetta þegar valskrísan var þegar Gary Martin var reikið á Val og ég verði honum ævinlega þakklátur. Það er bara þannig. Þetta er líka besta rýbrand sem maður heyrt sko. Já, það er bara þannig. Leifur, ertu með stats af kvöldinu eða? Já, kom til þér. Við erum Hann búin tapaði að fá fyrir- enska leikinn, við erum búin að fá E4 tísvar. Hann er bara að vinna Það 2, verður fjór. máta 1 í 3, takk. Já. Gefa nokkra líka. Já, við Það er munum smá rif, fljótur að glemma því, sko. Þetta er, ég er með unna skákina. Ef ég spila þokkar úr. Já, þú ert það, sko. Herru, vá. Klárt mál. Hérna kemur einn frá Óla Evert. Hjöppi Mike Höfðinginn raðað bestu til vestur í fótbolta. Vá, skemmtileg spurning. Já, Ég er nummer 1, Hjöppi nummer 2 og Mike nummer 3. takk. Þetta var fljótlega aðgreint. Útispilarar, líka. Sama röð. Já, Er einhver sem mjólkar Nei, Mike kannski betur en Hjöppi úti, sko. Er einhver sem mjólkar yngri flokkar fyrir sem betur heldur en Mike? Nei, eða bara ferilinn sinn, hann spilaði með Núma, hann var hápunkturinn, sko. Fjóruðdeildinni, sko. Hann var spilandi þjálfari, sko. En Mækarinn setti síðasta naglan í kistinu hjá höfðingjanum hjá Kvöt, sko. Það er svoleiðis? Það var hann að þjálfa íhá. Úff, með hnífasæti? Já, og ég fekk Hjöppa til að vera í dugoutinu hjá mér á Ásvöllum Já. og við töpum. Ég skora á víti 1-0 og það var algjör þægilegur með svona bolta 90% í leiknum, sko. En ég held við höfum ekki spurt þessu on air. Þú veist, hversu mikið sjáu eftir Mike í dokk? Alveg fínt, sko. Hann er bara komin á sinn stað og verður þar held ég bara, í miður. En hann þið er að tapa saknið tíma. Já, Já, hann er að tapa tíma, já. ég held að hann sakna okkar svona meira, sko. Ef að höfðinginn endar kvöldi á að vinna framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, þá
þá getur hann bara retire. Taka bara 3 skáki, þá er hann komin heldur nálega líka bara 50% sko. Leiktur. Ok, ég ætla ekki að segja neitt, en þú veist. En mér langar að koma inn á fleira, út af því að það var heldur betur íþróttaveisla í gær. Það var hérna sunnudagur og það var frídagur daginn eftir algjör veisla. Síðan var NBA í gangi, við vorum með hérna seinustu umferðina í Prem og síðast en ekki síst þá vorum við PGA Championships. Það sem að undur og stórmerki gerist nú heldur betur. Phil Mickelson, fyrsti maðurinn til að vinna stórmótið í 50. Fylgdistu með því eða? Já, ég var að Reykjavík Meet með þetta í símanum sko. Takk. En þetta var geggjað, ég dýrkaði Mickelson sko. Já, hver eru þínir menn í golfinu? Það er Mickelson, Tiger er náttúrulega rosalega og Rory. Ég er líka mikið DJ maður sko. Það DJ er harður sko. Já. Hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að drepa mig það? Já, má það ekki. Má það ekki. Svo var formúlu líka í gangi. Ég er minni í formúlunni sko. Já, hver eru þínar íþróttir? Það er bara fótbolti og golf. Fótbolti og golf bara, Já. flóki. Nei, það er eiginlega bara þannig sko. Þú segir fótbolti og golf og svo kemur og mætir í skák þátt og pakka mönnum saman hægri Þakka vinstri. traustið. Já, ég horfði náttúrulega alltaf á skák í gamla daga sko. Svo ertu líka bestur í bortennis og flugleysið. Já. Varst þú að mæta flugleifbót sem að Mækar var að tala um? Ég mætti- 80 eða eitthvað? Ég mætti í, þetta var í Borgarleikhúsinu. Já. Já, mætti ég mjög oft. Ég vona. Ef að höfðinginn tekur framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. Það er gaman að því. Ég má ekki vera þá getur hann framhjálpa með það. FN, já, jú, algjörlega. Rétt hjá þér. Takk, klöppaði mingar. Hefði ekki það bara að koma samningi af hrókunum í Dildó, #takk. Herru, vá. Já, hann Hvað er þetta great point? Þetta er formaður hrókana sem er að bjóða samning Já. á Íslandsmótinu í deltakefniði. Skák. Það þarf að setja þetta samningaborðinu. En, ok, höfðingi. Veitu hvað? Þú fyrirhugleikst, sem var alltaf lagi í þessu Alltaf tilfelli. ekki göð. En að því að það er eitt sem á þjóðin er að biðja. Já. Af hverju hættir þetta okkar tímabili? Bara eitthvað röfl. Líka fínt að Liverpool var að fara að vinna meistaraliðina. Fínt að taka sér smá pásu sko. Það var nú ekki flóknar en það sko. Já, ok. Ég skil. Já, takk. Hvað er ég að gera? Það sem þú ert að gera er að En einn spennandi skákinn sko. hann er að fara til tíma. Já. Ég mun ekki að neina neglur eftir hennar þátt 1, sko. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Já, game uppskið, ánægð með þarna. Hann Nei, líka að læra á það er tíma. alltaf lagi, af því að það eru vislið mörgvar. Já, það er bara minni tíma, Ok, höfðingi, þú heldur í jafntefli hérna á móti framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins og svo förum við út á eftir í Síkó. Mögulega leifir hendi uppöðling. Já, ég get fýrað upp í réttinni og held upp á kaffi sko, það er ekki málið. Höfðingi, kottum við í jafntefli, takk, og þá segjum við það gott í dag. Fá kongur upp. Fuck! Kongur upp. Ok. Já, ok. Þetta er eitt öðla spennandi. Segð skák kvöldsins. Þú þarna. Nær, berum hinum minn. Höfðingi. Síður draw, takk. Enginn eins og þú. Mjög gott. Einhver spurning, höfðingi, Queen's Gambit, accepted or declined? Accepted. Accepted, takk. Framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins er í vesenni. Hann er að fara. Við erum að fara biskupinn. Þetta er ekkert eðlilega spennandi, Leifur. Hann er að fara að falla á tíma sko. Komdu með það. Labbaðu. Alla leiðin. Nú vil ég bara fá göngutúrin. Takk. Ok, nú þú 14 sekund hann líka. Enginn eins og þú. Þetta er
Höfðinginn er enda þetta kvöld eins og sannur höfðingi. Bara biskupi fram og tilbaka, biskupi fram og tilbaka. Hratt núna. Fljótur! Nei, ok, þetta er jafntefli. Ég tek þetta. Það var ekkert, hann hefði getað hægt bara biskupi, það var bara steindautt jafntefli. Já, þetta var jafntefli. Já, við skrifum þetta alltaf niður sem jafntefli. Það er ekki flokknar en það. En byrju, hvað allt í nú var hann komið meiri tíma? Var ég svona lengi að gera það? Já, aðeins lengur lokin bara. Jésús. Herru, við þakkum kærlega fyrir okkur í kvöld. Já, þvílík skemmtun höfðingi. Takk fyrir okkur. Takk kærlega fyrir komuna í þáttinn. Nú þarf maður að tæpla aftur sko. Já, takk. Þakkum allir fyrir árið. Sjáumst að viku liðni. Takk fyrir. Djöfullinn maður! Ég